Jæja, næsti viðmælandi okkar Björn Berg Gunnarsson en hann hefur undanfarin misseri verið áberandi þegar kemur að fræðslu fjármál. Björn starfar sem deildarstjóri greiningar og fræðslu Íslandsbanka og í þessum þætti ætlum við að tala bíla og samgöngur. Já, það oft talað það að bílar séu með dýrari fjárfestingum og ef þið hlustuðu á þáttinn þar sem ég ræddi við Kjartan Örnum bókina Ríkipabbi, fátækipabbi, þá eru bílar í raun og veru aldrei fjárfesting. Þeir eru skilgreindir sem skuldbinding. Og málið með skuldbindingar að þær kosta okkur alltaf fjármuni. Samkvæmt neysluviðmiðum eru bílar ein dýrasta skuldbindingin. Því ætlum við að velta fyrir okkur öllum helstu þáttum bíla með Birni hér á eftir. En kannski áður en við vindum okkur í bílana þá langar mig að spyrja þig aðeins út í pistil sem þú ritaðir á Vísi daginn. Þar sem þú spurðir hvort að það væri ástæða til þess að sleppa greiðsludreifingu þessi jólin. Segðu mér aðeins frá honum. Já, ég var aðeins að velta fyrir mér þessum málum með jólin og greiðsludreifingu. Nú ekki fyrsta skipti sem ég hef skrifað pistla eins og þessa þar sem að ég kannski fyrst og fremst bara að vekja athygli á því að jólin koma einu svona ári. Akkurat. Það þannig bara því miður að jólin virðast koma svolítið á óvart. Já. Og þá það varandi bara hvað þau kosta. Akkurat. Að auðvitað það þannig að fólk hefur svona jólin með misjöndum hætti sko, sumir kannski taka á sig mikið að vera að bjóða fólki í mat, sumir eru að gefa fleiri gjafir en aðrir, en það samt þannig að jafnaði þá eru Íslendingar að eyða allavega á kreditkortunum okkar 4% meiru í desember en í öðrum mánuðum. Og það bara rosalega mikill peningur. Og það meira en held ég svona flestir þola að geta tekið á sig án þess að vera búin að spara eitthvað fyrir því. Og þá gerist auðvitað það sama jafnvel ár eftir ár hjá okkur að það bara komin desember. Við erum ekkert búin að leggja fyrir, sérstaklega fyrir desember, þannig að við bara rekum hvern mánuð á nulli, svona eins og allt margir gera. Svo komin desember, hann kostar þarna allt og mikið vegna sem við þurfum að gera hitt og þetta og þá ekkert annað í stöðunni en að nýta einhvers konar neyslulán. Það að segja að þegar við erum að kaupa jólagjafinnar þá byrjum við að dreifa greiðslunum eða þá að við dreifum greiðslukortinu eftir og þetta heitir alls konar nöfnum en það þarf ekkert að vera flækja, þetta bara lán, við erum bara að taka lán og við erum að taka dýrustu lánin sem eru til. Það eru neyslulánin. Og þannig að við erum í rauninni jafnvel sama fólk og að fara á útsölur vegna þess að þá verðið ódýrara að kaupa með þessum hætti hlutina og alltaf að borga meira fyrir þá en það kosta. Akkurat. Og ég veit alveg að vegna aðstanda eins og þær eru núna í samfélaginu þar sem atvinnuleysi auðvitað meira en það hefur verið og atvinnuöryggið mjög lítið, þannig að það bara mjög hart í ári hjá mjög mörgum. Þá veit ég að það geta margir lent í því að geta ekki haldið jólin öðruvísi. Akkurat. Ég ekkert endilega að tala við þann hóp. Nei. Ég held að það sé samt sem áður gott og það var nú ástæðan fyrir ég skrifaði þetta sko fyrir lok októbermánaðar vegna þess að þá voru að minnstu kosti 2 mánaðamót eftir. Akkurat. En að brýna það þá fyrir fólki að reyna að spara í nóvember. Ég velti mitt fyrir mig hvort þetta hefði ekki mátt koma út jafnvel fyrr. Heyrðu, gott að segja það vegna þess að ég skrifaði mitt grein í febrúar nákvæmlega þetta. Já. Á Vísi líka. Hún koma kannski aðeins svo snemma. Já, hún kannski að koma svolítið snemma. Já, nei, nákvæmlega. Þá var ég í rauninni að brýna það fyrir fólki. Það eru bara 10 mánuður í jólin. Já. Þau munu kosta þetta. Þannig að ef þú ætlar þér að geta haldið jólán þess að taka lán fyrir þeim að þá skaltu byrja núna að leggja fyrir af því að það verður ekkert það erfitt. Það kannski allt í lagi að leggja fyrir einhverja örfá þúsundkalla. Það erfiðar að ætla að taka á sig einhvern mörgundrúðs króna reikning kannski eftir áramót ofan á allt annað sem þú þarft að borga. Það bara mjög Akkurat. Búa til svona jólasjóð. Já. Svo þetta greiða í bara yfir árið. Já, af hverju ekki? Svo áttu bara jólasjóðan góða. Já, ég minna, mér finnst að jólin eigi bara að vera notaleg og þægileg og það auðvitað frábært að maður getur leyft sér það sem maður vill. Já. Það leiðilegt að þurfa að vera með hnút í maganum, vera að reyna að skreyta jólatrið og vera að pæli því á sama tíma hvort maður getur borgað af þessu öllu saman. Það alveg umulegt. En ef við kannski tökum dæmi, segjum það við tökum jólin núna á ræðgreiðslu til 10 mánaða. Þau kostu okkur 500.000 krónur. Já. Hvað við að borga aukalega 2021? Já, nákvæmlega. Þá fyrsta spurningin hægt að gera það? Þú veist, getum við gert það? Getum við þá, ef við gátum ekki sparað fyrir jólunum, munum við þá að næsta ári geta lagt aukalega
það er að borga auka vexti út af þessu, ég alls ekki svo viss það. Nei. Og það verður að minnst ekki gaman, en þetta er aldrei undir 50 skalli. Ef þetta er 500.000 króna jólareikningur og þú ert að dreifa honum, sko, það sem að hjálpar okkur svolítið við átt okkur á þessu og hvað þetta er að fara að kosta er tala sem að heitir árleg hlutfallstala kostnaðar. Og það stendur átt svona AHK, þetta er í smáaletrinu, en allstaðar þar sem þið takið, ef þið eruð á kassanum í hagkaupum og það er verið að bjóða ykkur að borga þetta með einhverjum öðrum hætti en að staðgreiða, þá eigið þið alltaf með einhverjum hætti að geta fengið aðgengi að þessu. Þegar þið eruð komin í búðina að kaupa raftæki og það er spurt, viltu borga þetta núna eða borga þetta í einhverjum greiðslum? Þá áttu alltaf heimtingu á því að fá að sjá árlega hlutastöru kostnaðar. Og svona lag er aldrei ókipis. Allt þetta með að fá bara borga seinna eins og þægilegt, af hverju er verið að bjóða okkur það? Það er vegna þess að það bara kostar heilmikið. Og þessi árlega hlutastala kostnaðar, hún á að endurspegla það hvað þetta kostar í raun og veru. Og hún má ekki vera hærri en, nú held ég fari mér rétt mála að séu 35% pluss stýrivextir sem eru 1% í dag. Það er svona, verður það stundum þannig að þegar þið skoðið þessa árlega hlutastölu kostnaðar, þá stendur 35,99 eitthvað svoleiðis. Það er sem sagt hæstu löglegu vextir. Ef þeir væru 0,1% hærri þá verða lögbrot. Og þetta er alveg svakalegu kostnaður. Og þá er það bara eins og ég var að nefna, sko, viltu borga meira fyrir hlutin en kostar, af því það er það sem þú ert að gera ef þú ert að dreifa greiðslum. En það er kannski svolítið erfitt að gera sér grein fyrir, sko, þegar maður sér ykkur á prósentutölu. En einhvern veginn átta sig á því, sko, bara í krónum hvað maður er að greiða. Já, nákvæmlega. Þá er þetta kannski 50-100 skall sem þú værir að borga aukalega ef að jólin er að kosta þig 500.000. Það er rosalega mikil peningur það aukalega. Finnst mér, já, það finnst mér. Þetta er peningur einmitt sem þú gæti verið þá búin að safna alveg öðlega yfir árið ef maður myndi taka jólasjóðan góða. Og líka það, sko, hugsaðu það 50-100 skall sem þú færð ekkert fyrir. Akkurat, einmitt. Þú ert búin að þú þarft að borga þessa 500.000 og það er það sem þetta kostaði og það er það sem þú fékkst. Svo borgaru kannski 50, 60, 70, 80 krónur til viðbótar í nákvæmlega bara í einhvern pyrring. Bara peningur árvinn. Það er ekki gaman. Það er ekki gaman. Sko, nú hefur umboðsmaður skuldara, hann fær oft til sín mál sem að tengjast þessum smálánum, skyndilánum, fólk er að lenda í vítahring og aðilar mjög oft komnir í mikil vandræði. Hvað finnst þér svona lán? Sko, við getum kannski skipt þessu upp í tvennt. Við getum skipt þessu í svona þessi hefðbundnu neyslulán, sem er það sem við vorum að tala og svo er það smálán, sem eru smálán, skyndilán. Það er ekki öll skyndilán alveg eins. En ég held allir viti hvað ég er að tala þegar við erum að tala smálán. Og það eru lánin sem að hafa valdið bara sorg og hörmungum og löggjafinn er alltaf að reyna að elta, bara setja einhver lög á til að reyna að stoppa þetta og svo eru bara að finna einhver nýja leiði framhjá því. Fyrirtæki eru flestöld komin eða ekki úr landi, er ekki... Jú, þetta er nú miklu liti bara meir sjá hönd sama fyrirtækisins. Já, einmitt, fyrir utan það. Já, en þetta er, mín persónulega skoðun er svo að þó svo að alls konar reddingar séu til, þó svo að þú getur verið með yfirdrátt á bankareikningnum, dreift greiðslukortinu, tekið smálán, greiðsludreifingu, allt þetta dót, þó svo að þetta sé til, þá er ekkert að þessu góð hugmynd. Nei. Það er mín skoðun. Það er mjög góða punktu bara. En þetta eru þægindi. Já. Ef þú ert í þessari stöðu, auðvitað getur að komið upp á. Ég meina, það er bara heimilisreksturinn kannski í einhver tiltekinn tíma er þannig að maður rétt nær að hanga í núllinu og svo bara springur á bílnum eða bílar á þvóttavélinn. Akkurat. Og þú reynilega verður, þú ert að borga skólagjöld, þú verður að gera eitthvað. Það er eitthvað sem er fullkomlega eðlilegt að fólk veri í peningunum sínum í sem kemur upp á. Og þá er þægilegt að geta gripið í skammtímalán sem gætu meira sem að verið sko ódýrari en önnur lán til lengri tíma. Ef þú tekur svona hefðbundi bankalán, skuldabréf, þá er ákveðin startkostnaður við það. Ef þú tekur yfirdrátt, þá er engin slíku kostnaður. Þannig ef þú tekur yfirdrátt, sem eru miklu hærri vöxtum, þá þarf hann samt kannski ekki að kosta svo óbúslega mikið ef þú bara drífur því að borga niður. Borga hann strax niður. Þá er þetta kannski bara þægilegt. Sama með eins og með kreditkortið að ef maður svona nær að bjarga sér út úr þessari stöðu strax. En það sem að þú varst að vísa í með þennan vítahring sem fólk lendir í út af smálánum til dæmis, þá finnst mér það alveg agalegt að sjá og sérstaklega með á
tölunum að því að umboðsmaður skuldara hefur einmitt veitt hansi góðar tölur upplýsingar það hvaða mál það eru sem hinga rata og hverjir það eru sem þurfa á þessari hjálpa að halda, að þá þetta svo miklu leiti einmitt yngra fólk. Akkurat. Og yngsti hópurinn sá sem að vaksa hraðast, en yngsti hópurinn líka sá sem að hvað móttækilegustur fyrir smálánum og fyrir þessum reddingum. Og það segir sér sjálft, allavega hvað mig varðar, ef þú ert í þeirri stöðu að og þetta getur verið hvers sem þetta fer ekkert í manngreiningar álit hverju lenda í þessu, en ef þú ert í þeirri stöðu að bankin ætlar ekki að lána þér meira, þú ert búinn að hámarka þig á einhverjum yfirdrætti og þú ert búinn að keyra kreditkortið þetta eins og það getur og þú ert að leita alltaf í næstu leið, til dæmis í smálán, hvernig í ósköpunum ætlar þú að geta borgað það tilbaka? Það hljómar fyrir mér eins og þú sért ekki að gera neitt annað en bara fresta vandamáli og gera það stærra í leiðinni. Akkurat. Og það sem svo mikilvægt að fólk geri og átti sig á að það hægt að leita sér aðstóðar í þessum aðstæðum, en það marg borgar sig að gera það áður en það verður og seint. Akkurat. Vegna þess að þegar þessi vítarhingur farin á flegiferð, að þá vindur hann upp á sig kannski bara örfá mánuð og þá lendir fólk á vegg og getur verið komið í þannig fjárhagsleg vandræði að það getur tekið fleiri ára blóðsvita og tárum að vinna sig út úr því. Akkurat. Þegar að hugsanlega með smá aðstoð væri hægt bara að grípa inn í strax. Akkurat. Og gera eitthvað. Já, maður þekkir alveg fólk og sjálfur ég man bara til dæmis þegar ég var 19 ára cirka, þá man ég eftir að hafa tekið örugglega 3 svona smálán á laugardagskvöldi niður í bæ, þú veist, ég hef verið tvítur og þetta svo auðvelt. Já, og sérstaklega ef þú ert í glasi eða eitthvað svolítið, að geta bara hreinlega opnað einhverja heimasíðu og bara fengið 30 skall bara beint inn á bók. Þetta náttúrulega alveg galið, sko. Já. Svo ætlarðu bara að pæla í því seinna að sjálfsögðu en ég er náttúrulega að vinna mútið þessu en svo þekki maður margar sem eru bara enn þann dag í dag að borga af þessu. Já. Og þetta eru svo mörg ár sem fara hér að borga af einhverju svona. Það er bara lengsta þinga sem þú kemst í eftir djamið, það er þessi þinga. Einmitt, en kannski punkturinn svona, tölum aðeins út frá pistlinum, bara eiga fyrir jólunum, ekki taka það að láni. Nei, nákvæmlega, og það er þá kannski, það er þrennt í því, fyrsta er það kannski orðið og seint hjá einhverjum núna, gott og vel, þá bara pælum í næstu jólum, þau koma hverju ári, það er bara alltaf á dagatalinu, og reyni þá að tippa á það hvað þetta mun kosta, hvað eru jólinu næsta ári, 2021 að fara að kosta. Hvað þarftu þá að leggja fyrir til þess að það bara gangi, þú getur bara slappað á kveikt útvarpinu og haft það á kósi. Svo er það hitt, og kannski þar getur náttúrulega þá þessi jól bara tekið, bara skrifa niður hvað þau kosta, bara farið í gegnum, bara verið með meningappi eða þú veist, bara sett inn í heimilisbókhaldið hvað þú ert að borga fyrir. Bara mjög góð hugmynd. Þá veistu þetta nákvæmlega næsta ári. Þá verður þetta aldrei vandamál aftur. Nei, akkurat. Svo er það einmitt, annað er það að hugsa þá að það er einhver tími núna í jólin, þannig að herða kannski pínulítið þá sultarólina núna í nóvember. Það er svo sem líka samfélagið er þannig að maður hefur kannski líka bara takmarkaða möguleika á því að fara út allan bæ og eyða peningum, þannig reynum að halda aftur á okkur og sjá hvort við getum aðeins sparað. Og svo er það þriðja sem er hreinlega bara það að athuga hvort að sé að halda jólin fyrir aðeins minni peninga, og það er nefnilega alveg hægt að finna þannig leiðir ef maður bara hefur hugmyndaflugið í það. Nákvæmlega. Og það gæti þá verið það sem ég er að tala þarna til dæmis, hvað er að því að gefa nota til dæmis. Ég fyrir löngu búin að átta mig á því að syni mínum alveg sama hvort að barnabóki sem ég gefa hún sé notuð eða ekki. Akkurat. Og mér finnst bara voða gaman að fara á markað og kaupa strumpabók og 100 kall. Mér líður bara vel við. Og núna Brynja Dan var hjá mér daginn og við vorum hún rekur ekstra loppuna. Já, og svo er barnaloppan og ég meina það nýta þessa staði. Já, algjörlega. Og bjóða kannski líka þá bara einhverja upplifun eða eitthvað svona ánægjulegt. Ég er alveg viss það að ýmsir foreldrar væru foreldrar þætti væntum að fá í jólagjöf einhvers konar gjafakortum að fara í einhverju upplifun með börnunum sínum. Akkurat. Ég ætla að fara með því og við ætlum að labba búta fjall eða gera eitthvað skemmtilegt og eitthvað svona að þetta þarf ekki alltaf að kosta óhemmi mikla peninga. Nei. Og það er líka bara hægt að týna sér svolítið í
í æsingnum í jólunum, mér finnst það líka og fyrir mig og mína fjölskyldu þá skiptir okkur mjög miklu máli að jólin séu róleg og þægileg. Það þýðir að það ekki verið að bóka sko hvert einasta kvöld að einhverju jólahlaðborð og tónleikum og öllu slíku. Það þýðir stundum bara, það ekkert nema bara spila hlust og tónlist sko. Og það kostar heldur ekki neitt. Og fyrir mig það bara notalegt og þægilegra. Einmitt, en núna náttúrulega ekkert í boða frá jólahlaðborð eða tónleika. Nei, þannig að það ætti svo sem að vera nákvæmlega. Og engar borgarferði fyrir jólin. Nei, einmitt. Svo sumi fara í. En nú sko tekum maður eftir, þú veist, nú PlayStation 5 að koma, nýja iPhone, hann var að koma, það var iPhone 12, þú veist, þetta kemur svona rétt fyrir jól. Já, það góð ástæða fyrir því. Þeir eru sniðir. Já. Þetta svona svolítið skeri, sko. Já, það það, og það verður líka, sko, þegar við temjum okkur, eða þegar við samfærum sjálf okkur að eitthvað sem normal, eitthvað sem eðlilegt, að það að minna nýja PlayStation 5 að fara að kosta 100 áskall með Blu-ray-drifi og ef að þér finnst bara fullkomlega eðlilegt að gefa barninu 100 áskall 12 í jólugjöf jafnvel, og svo hefur alltaf einhver rök fyrir því það bara nágranninn að gera það eða það einhver annar sem fekk eitthvað svoleiðis, ætla þú bara í alvörunni að lifa lífinu þínu þannig að það alltaf einhver annar sem setur standardin fyrir þig mér finnst það bara ekkert sérstaklega smart maður bara að gera það sjálfur og ef að þú semur það við viniðina eða fjölskyldu eða einhver aðra ef ekki bara sleppa því núna það skilja allir aðstæðunar eins og þeir eru núna í samfélaginu það enginn að fara að taka illa þú tekur upp síman og hringir í systíðin og segir heyrðu, eigum við kannski bara skiptast að við ekki bara gera eitthvað annað en þessi jólin eða eitthvað svoleiðis það enginn að fara að fá leiðileg viðbröð við því nei, það bara algjörlega sjálfsagt svo núna tekum maður, það fyrir örugglega fljótlega að koma inn á Facebook jólasveinarnir, þeir koma nú alltaf og sumir jólasveinar þeir eiga meira peningum þeir kannski, það endar óvart eitt stykki iPhone hann fyrir í skóin og það kemur sko alltaf inn á Facebook bara að passa þetta að það verði ekki svona að öðrum krökkum líði ekki illa út af þessu að heyra annað það er mjög góð punktur en já, við kannski höldum áfram að tala um jólasveinana kannski förum núna í bílamál ræðum þau aðeins ekki það, mér langar reyndar að byrja að spyrja sko, hvernig að vinna í banka? Þú búin að vera lengi í banka? Já, ég er búin að vera alltaf lengi Nei, alltaf lengi, ég er búin að vera nógu lengi Nei, ég er búin að vera í 13 ár í Íslandsbanka það er svona í Glitni á sínum tíma og mér finnst það mjög skemmtilegt mér finnst það er öðruvísi mér finnst sumir hafa ákveðnar ánkomendur það hvernig fyrirtæki bankar eru vegna þess að það er ekki þannig að til þess að vinna í banka þá verður þú til dæmis að vera með einhverja ákveðna tiltekna menntun eða þú vinnir allan daginn við tölvu eða þú vinnir allan daginn við eitthvað ákveð það er svo margt sem er gert það eru tölvunarfræðingar, stærðfræðingar, eðlisfræðingar sálfræðingar, sérfræðingar í stjórnun, markaðssetningu bókfærslu, það er allt mögulegt sjálfur ég byrjaði á sínum tíma viðskiptafræðingur á sínum tíma kláraði það, fór að vinna í fiski og slíkt en fór síðan í bankan og var að vinna þar í eignastýringu því ég var þá að vinna með á verðbréfamarkaði það er ráðleggingar á fólki í verðbréfum og slíkt og aðeins ég verið lífeyrismál líka og slíkt en síðan tók ég að mér fræðslumál fyrir bankan sem var rauninni bara að miðla þeirri þekkingu sem verður til inn í stofnun eins og banka til viðskiptavina og annara allt mögulegt, við erum að halda námskeiðum fjármál út af barneignum eftirlaunamál það er kaupið sér íbúð og allt slíkt en síðan tók ég við greiningadeild bankans núna fyrir ég man ekki 1,5 ári síðan eða hvað það var og það er alveg óhemju skemmtilegt þá er maður að skoða efnahagslífið í heilsinni þannig að þá erum við ekki bara að skoða heimilisbókaldið og svona rekstur fjölskyldu og fjárfestingur og slíkt heldur þjóðarbúið í heilsinni vexti og krónuna og eitthvað slíkt og það finnst mér alveg það skemmtilegasta bara sem ég hef nokkur sinni gert. Þannig að þú ert búin að fara á milli þannig? Já, ég prófaði ýmislegt í bankanum og mér hefur nú fundist þetta allt saman skemmtilegt svona með hvert með sínum hættinum þannig að, og fyrir utan það að bankin er líka bara þetta er rosalega góður vinnustaður þú veist það er vel hugsað mann maður finnur það, þetta er ekki kaldur staður og svo á maður líka bara góða vini, mér finnst það að vera svona eiginlega það mikilvægast að við þetta er að ég myndi aldrei nenn að vinna með leiðilegu fólki og að því að sko fyrir mér, ég geti þá bara fundið mér eitthvað annað að gera að því að fyrir mér er það að vinna ekki eitthvað
sko markmið í sjálfu sér bara krónunar sem ég fæ mánaðamótin sko. Ég að fara að eyða stærstum hluta dagsins og stærstum hluta vikunar á þessum stað og þá finnst mér mikilvægt að sé gaman og það það sko. Algjörlega, hvað myndir þú segja að væri skemmtilegasta staðan sem þú búin að vera í? Það þessi sem ég núna, það í greiningunni og þá erum við með, segi, bæði með þessi greiningamálin líka með fræðslu og mér finnst það passa vel saman en það líka bara, auðvitað þetta persónubundi en fyrir mér, það skemmtilegsta sem ég geri að læra eitthvað nýtt, það bara svona þekkingar öflun og slíkt. En þú mjög ábyrrandi svona í, hvað við segja, fjölmiðlum maður tekur eftir, þú poppar upp greinar og pistlar hingað og þangað og ég man nú eftir þegar ég var að gera klinkþættin upp á fyrir RÚV 0 þá kom nafnið þitt upp ég veit ekki af hverju við töluðum ekki við þig hvort þú hefum reynd að hafa samband við þig að ég man það ekki það mjög skrítið komast til boss í því því að þegar nafnið þitt poppaði upp núna þá var ég bara, heyrðu býttu nú við var ég búin að ræða við hann? Nei allavega mér finnst þetta voðalega skemmtilegt mér finnst bæði gaman að tala um peninga en mér finnst sérstaklega gaman að vera í aðstöðu þar sem ég alltaf að læra eitthvað nýtt og við vorum í morgun, auðvitað getum við ekki unnið á sama stað núna þannig að nú eru bara allir heima og ég bara heim í stofu og svo bara mín litla deild bara hvert í sínu horninu og svo hittust við alltaf á hverju mótni á svona veffundi og erum síðan að tala saman smátt og smátt yfir daginn og það, mér finnst ég alltaf að vera að læra eitthvað nýtt því ég líka að vinna með fólki sem bara svo miklu klárar en ég sem hefur svo miklu meiri þekkingu og færni heldur en ég þannig að mér finnst það ósalega skemmtilegt einmitt en við tölum núna um bíla nú ætlum ég að setja upp smá dæmi frænka eða frændi sem í menntaskóla að fara að kaupa sér bíl hvaða ráð myndirðu gefa þeim? Já, það nefnilega ansi góð spurning sko. Fyrsta sem ég myndi brýna fyrir viðkomandi sem að mér finnst vanta sko, þegar maður á ákveðnum aldri sem eiginlega svona besti aldurinn, það sá aldur sem maður við mesta orku og mestar hugmyndir en á sama tíma að þá hefur maður engan sens fyrir að ég hafði kannski engan sens fyrir því að maður yrði ekki alltaf á nákvæmlega þessum aldri þegar ég var 17 ára hélt ég alltaf 17 ára og að sko allt annað bara einhver annar karakter eða verið að segja hvernig verður þú þegar þú verður 30 eða eitthvað það kemur mér ekkert við því það ekkert ég sko. Ég 17 ára núna og það ég en það sem þá samt mikilvægt að reyna að koma til skila það að sko peningar ekki endalausir þannig að með því að kaupa sér bíl þá ertu ekki að fara að geta eitthvað annað og þetta tiltölulega einfalt held ég að skilja og þá þarf viðkomandi frændi eða frænka að velta því fyrir sér hvað annað gæti ég viljað gæti ég hugsanlega einhvern tíma vilja kaupa mér íbúð ef þú kaupiði bíl þá ertu að fara að gera það miklu erfiðara sko, og nógu erfitt það fyrr langar þig kannski að fara til útlanda í nám það ekki allstaðar sem að þú bara getur farið ókeypis í nám til útlanda getur verið mjög dýrt ef þú vilt hafa möguleikan á því þá getur verið að það sé gott fyrir þig að sleppa þig að kaupa bíl og leggja smá peninga fyrir eða bara eitthvað annað ertu í, hver eru þín áhugamál myndur þú vilja kaupa þér æðislegt hljóðfæri eða tól fyrir íþróttir eða lítið stúdíó eða hvað myndur þú vilja gera vegna þess að peningur sem fyrir bíl hann svo ofboðslegur að þú getur gert miklu meira fyrir þá peninga en þú held ég áttar þig á ég held að það sé algjörlega raunhæft að reikna með því að sko í staðin fyrir að eiga bíl þá getur þú farið sko kannski 3-4 sinum á ári til útlanda á tónleika eða fótboltaleik bara fyrir suma þá það örugglega bara miklu meira spennandi en að keyra á bíl en ég held að flesti séu að hugsa með þeir alltaf að gera allt saman ég ætla að eiga bílinn og ég ætla að gera þetta ég ætla að eiga bílinn og fara í nám og kaupa mér íbúð og fara í heimsreisu og eiga gítar en það ekkert víst að þú getur gert allt saman þannig að það það mikilvægast en til þess að þú áttir þig á því þá þarftu held ég að aðeins að átta þig á því að reikna það út hvað þetta að fara að kosta að eiga bílinn og það eins og ég nefndi miklu meira held ég en flestir halda því að sumir horfa sko hvað kostar hann en þú ert ekki bara að fara að kaupa hann, þú ert að fara að reka hann og það svo margt að inni, ég meina það eldsneyti, það bílastæði, tryggingar viðhald, bifreiðagjöld skattar, svo bílar bíllinn alltaf eitthvað og sko, einmitt, svo bara að borga, þú veist, bílalánið ef þú tekur bílalán
Algjörlega. Þetta er rosalega Þetta er bara rosalega dýrt og svo þetta reyna að selja hann kannski á einhverjum tímapunkti sem getur verið bara jafnvel ómögulegt. Einmitt, sko, með við bráðabirða greiðslumat hjá ykkurinn á Íslandsbanki.is þá gerir þér á fyrir því að rekstur á bifreið sé 65.000 rúmar á mánuði og þetta eru hvað, 780.000 á ári. Já. Þetta er rosalega peningur og það er ýmislegt að gera bara, þú veist, og þarna er ekki einu svona einmitt bílalánið inni. Einmitt, þetta er alveg svakalegu peningur og þetta er einmitt það sem að setja svona inn í greiðslumat er yfirleitt eitthvað sem kemur frá ríkinu sem er svona einhvers konar ríkisstærð bara hvað cirka kostar eiga bíl. Ef þið hafið áhuga á að skoða aðeins nákvæmari tölur þá er Félag íslenska bifreiðaeigenda með skemmtilega samantekt alltaf á hverju ári. Já. Þá gera þau árlega svona einblöðung á PDF það sem stendur sko sem er rekstrakostnaður bíls eða eitthvað slíkt. Það miðar við hvað hann kostaði þegar þú keyptir hann og hvað þú keyrir hann mikið. Akkurat. Og þetta eru alltaf einhverja svona tölur. Já. Og ég hef alveg talað við einhvern sem sagði við mig nei, þú veist, það kostar mikið með 200 skall á ári eða bíl eða eitthvað, en þá gleymdan því sko að fyrir utan það þarf að tryggja hann að þá þarf að kaupa dekkanaslægið og svo þarf að láta smyrja hann og þú þarf að láta skoða hann og þú þarf að borga af honum og svo er það afföllin sem að gleymist líka stundum sko að þú kaupi bílinn og svo lækkar hann í verði þannig að ef þú kaupir 2 milljónum króna bíl og ætlar að selja hann eftir nokkur ár þá er hann kannski komin þér í 1 milljón. Það er búið að kosta þig 1 milljón ofan á allt annað sem þú keyptir. Er það ekki rétt sem er að leið og þú keyrir út úr umboðinu þá eru 20% bara farin? Já, hafa maður heyrt. Það getur verið þannig, já. Það er rosalegt. Já. En því veldur maður fyrir sér sko einmitt Brynja Dan var hjá mér daginn þú sagði hann og við vorum að ræða bíla og hún er með bíl á rekstrarleigu. Já. Og kannski ef við ræðum aðeins sko hvað er í boði, hvað leiðir er í boði og svona kosti og galla, er þetta sniðugt? Ég fekk líka einmitt sko skilaboð frá strákur sem senda á mig að ræða meira, þú veist, rekstrarleiguna. Já, akkurat. Já, mér finnst það bara mjög sniðugt. Sko þetta hefur svona sína kosti og galla. Sko, ég er til dæmis núna tímabundið með bíl í rekstrarleigu eða bara leigu, þetta er bara svona langtíma leiga. Svo er ég líka, svo á ég gamlanskurjóð og það er vegna þess að það bara kom upp tímabundið ástand bara út af börnum og skuttli og svona að við gátum ekki annað en vera á 2 bílum. Það var bara því miður að þá kom bara upp það ástand. Helst öllum myndi ég bara vilja sleppa því sko en svo er ákveðið frelsi svona sem fylgir því að eiga bíl og geta farið út á land og eitthvað slíkt en allavega, sko ef þú átt þinn eigin bíl þá er þetta þinn bíl gerir við hann það sem þér sýnist þú keyrir hann eins mikið og vilt, það er engjar svona hvað er að takmarkanir á því sem þú getur gert ef þú ert með bíl í rekstrarleigu þá ertu ofta að taka ákveðið marga kílómetra þannig að það getur verið ákveðin takmörkun það hentar þá fyrir það að þú veist bara fyrirfram hvað þú ert að gera ég er bara að fara að keyra í vinnu og tilbaka og þá get ég alveg haft hana til að fá að kílómetra á mánuði og þá er ég ekkert að borga það mikið ef þú ert með ef þú kaupir bíl þá gæti alveg hugsast að það sé ódýrara þegar upp í staðið það getur alveg verið og ég hef alveg séð dæmi þess þá þarftu kannski svolítið að vita hvað þú ert að gera ég get alveg ímyndað með það þú ert kannski ekki endilega bara að taka einhvern úr bæklingnum nýjan bíl og selja hann síðan bara á einhverju hrakverið þú gætir alveg hugsanlega að komið aðeins betur út en ef þú ert með bíl á rekstrarleigu það sem mér finnst vera kostur við það til dæmis er það að það er allt þetta vesen sem ég losna við að ég þarf ekki að sjá tryggingarnar ég bara fer með bílinn í einhver dekkjaskipti og það er bara búið að kofvera það síðan fer hann bara í skoðun og síðan fer hann bara í smurningu og eitthvað slíkt og ef eitthvað kemur upp og þá bara fæ ég annan bíl í staðinn ég er alltaf á nýjum til dæmis reynum bíl basically þarf ekkert að hugsa þetta og ég er ekki sá sem ég er kannski ekki einhver óðbúslega bíla áhuga maður gæti alveg verið hrifin á þessu síðan er það auðvitað þessi stóri Ertu bíla áhuga maður? Ég var meiri bíla áhuga en ég er meira þannig núna að mér finnst bílar svona að vera svolítið kvöð sko. Að ég horfi bara á peningarna að fara sko. Ég er kannski meira þannig en sko ef þú ert ef þú ert með hann í svona leigu að þá ertu ekki að binda ótrúlega mikla peninga í bílnum. Það er kannski svolítið svipað í að leigja íbúð og kaupa hana að auðvitað eru mjög miklu kosti við það að eiga íbúð en kostur er kannski fyrst og fremst við það að leigja er að þú þarft ekki að binda
þetta ekki taka áhættu upp á alla þína peninga og alla þína framtíð í einni fasteign og svo ef eitthvað kemur upp á þá setur fastur. Þú getur þá bara farið á skiluleiknum eða bara hætt við að framlengja leigunni. Það er ákveðið svona frelsi sem fylgir þessu fyrir utan eitt að bílar geta leigið sko óhreyfðir í einhver tíma og það geta þá verið, segjum sem svo að þú þurfir ekki bíl alla mánuði ársins. Sleftu því það bara leigan í þann tíma sem þú þarft ekki bíl. Akkurat. Vertu þá bara bíl restina af árinu, getur sparað þér mikla peninga varandi það, en að því að við erum að tala um sko hvaða valkostur í boði, þá eru þeir miklu fleiri en þessir og ég held að það sé það sem að er að aukast núna að fólk sé átta sig á, það er að hafa þess að blönduðu faramóta. Og ég skrifaði grein líka fyrir einhverju síðan sem að ég var bara beðin að taka saman upplýsingar fyrir Landssamband eldri borgara. Þar sem að fólk getur ákveðum aldrei verið óöruggt í umferðinni, sumir hreinlega hættulegir sér og öðrum eða þeir eru að keyra lengur en þeir kannski ættu en margir eru á bíl vegna þess að þeir sjá engan valkost væru kannski alveg til í að nota aðra faramóta en sjá ekki að það sé annað hægt en þá erum við ekki bara að tala um það að vera með bíl í rekstrarlegu eða kaupa bíl, þá getum við líka verið að tala um að blanda saman því að kannski að leigja bíl í einhvern smá tíma, þar sem þú ert að nota mest kannski 1 eða 3 mánuði á ári leigir bara bíl og ert á þeim restina af árinu hugsanlega bara tekur leigubíl þegar þú þarft, kannski ekki það mikið á ferðinni en stundum tekur bara leigubíl það sem að ég ger alveg stundum þó ég sé á bíl eða eigi bíl, þá kannski teki eitt af þessum hlaupahjólum, skýst bara einhvert og hérna það er bara ekkert mál, það er bara ódýrara og bara þægilegt fyrir mig og að blanda þessu saman, eða fallit veður og labba ég, eða er hérna þokkalega stutt á milli í stoppistöðu að teki strætó ef það er hentugt að taka svona hlaupahjólu og ég er kannski ekki að halda á miklu eða eitthvað, þá fer ég á slíku ég held að þetta sé eitthvað sem er ofsalega þægilegt og þá bætist sko einvít til viðbótur inn í þetta sem er þessi SIP-bílar sem gætu farið að eru aðeins byrjaðir ég maður svona aðeins tekið eftir þeim en ekki mikið sko ekki nógu mikið finnst mér sko sé 2 stæði sem er merkt með þessu en þá getur þeir farið að fungera eins og þessi hjól og svo líka bara eitt ég meina ég hérna þurfti að kaupa til dælu stóran hlut í sumar sem að ég gat ekki komið inn í bílinn minn og þá leigði ég bara sendiferðabíl og þá hugsaði ég það ef ég væri ekki á bíl ef ég ætti ekki bíl hversu oft væri það raunverulegt vandamál að ég ætti ekki bíl ég held að það sé bara ekki það oft ég held bara í fúlustu alvöru að ég geti alveg komist hjá án þess að eiga bíl þá myndi ég bara skaffa mér þeim faramáta sem ég þyrfti þegar ég þarf hann og það að taka leigubíl, það hljómar vola mikið í hvert skipti þegar þú ert að borga en prófið að leggja þetta saman með við rekstrakostnað bíl það er ekkert svo dýrt eins og fyrir mig, foreldrar mínir búa í Þorlákshöfn sem þýðir það að ég fer þangað einu sinni í viku, jafnvel oftar þannig að það er rosalega þægilegt fyrir mig að vera á bíl og ég er svona, við vorum að byrja þetta saman við Brynja þú veist, munin á hvað við erum að borga og svoleiðis og svo er þetta bara persónubundið, hvað hentar fólki það er náttúrulega bara þannig, en hvað myndir segja þú veist að tala um sko, þetta er að nýja sem er að koma inn við sjáum þessi hlaupahjól, þessi guluhjól sérstaklega núna út um allt hvað myndir þú halda með eins og til dæmis ungt fólk heldur þetta sé bara framtíðin að fólk sé bara ekkert að hugsa um að kaupa sér bíl eða taka bílprófa, bara ég tek bara þessi hjól og fer svona á milli staða ég held það ég held að það sé hreinlega þannig einfalt leiki einhvern veginn í lífinu það er bara, segir sér sjálft að þegar þú hefur betri valkosti heldur en áður að þá ferðu að hugleiða þá ég ólst upp á sínum tíma í Vesturbænum þess að fara 2 strætóar og þeir fara eiginlega ekki neitt en maður gæti aldrei fara neitt á þessum strætóum þannig að það var bölva vesen og það var svo langt að fara allt saman ég gæti ekki, maður gæti svo hjólað þetta kannski upp á einhverju marki en þú ert ekki að fara að hjóla í mjóttina alltaf að hitta vinniðina frá út að Granda sko, eða það var ákveðin takmörk við það að búa á þessum stað upp á almenningssamgöngur síðan þá að hafa bara samgöngur gjörbreyst að strætósamgöngur er orðnar aðeins öðruvísi við erum með þessi hjól, fleiri eru að hjóla þannig að aðstæður fyrir venjuleg hjól er bara allt önnur og betri en hún var og fleiri labba þú getur leiktir bíl með ódýrari og svona hentugri hætti ég held að þetta sé að gerast, það bara markaðurinn er svolítið að leysa þetta með betra aðgengi að blönduðum kostum og ég held að það sé framtíðin fyrir tíma COVID kom inn á sko háskólagrúpu eða hvort það verið bara tölvupóst eða svoleiðis það sem að nemendur voru hvattir til þess að
ferðast saman, sérstaklega fólk sem kannski að fara niður í háskóla, koma úr Grafarvoginum eða Breiðholtinu, Árbæ að koma sér saman í eitt bíl og það er náttúrulega gott fyrir umhverfið. Heldur betur og hugsaði sparnaðin líka fyrir sko þann sem að færa alltaf bara að fara með vini sínum. Getur ímyndaði sparnaðin. Hann er rosalegur. Já, en ég allavega hvet þá sem að hlusta og eru að pæla í þessum hlutum að sko prófa í alvörun að skrifa þetta niður. Já. Og FIB getur hjálpað mann á leiðinni, það áætla hvað kostar að tryggja á svo framvegis, en bara prófa að leggja þetta allt saman, skoða, horfa á þessu upphæð og spyrja sig, geti ég gert eitthvað betra fyrir þennan pening eða langa mig samt að eiga bíl. Þetta er vel verið að niðurstaðan sé þá svo, ok, ég ætla að fá mig bíl, þá bara heldur aðeins áfram með pælinguna, ok, hvaða bíl er hentugur? Þú veist, hvaða bíl henta fyrir það sem ég er að fara að gera? Ertu að fara að keyra út á land eða þarftu stóran eða lítinn eða og svona þar fram til göttunum, bara hvað er það sem að hendar þér og hvað þarftu? Akkurat. Sko, nú las ég bók daginn sem heitir The Millionaire Next Door. Við komum sjálfsagt til með að fjalla með þessa bók hérna í þessu þáttum. En sko, í þessari bók voru milljónamæringar í Bandaríkjunum skoðaðir og svona verið að reyna að greina hvað þeir gera öðruvísi. Og þar kom til dæmis í ljós að þeir kaupa aldrei nýja bíla, alltaf notaða. Og þeir kaupa Ford og Chevrolet en ekki þýska lúxusbíla eins og Benz og Audi. Hvað finnst þér þessa nálgun Amerikanana? Finnst þér hún skynsamleg? Já, ég held alveg að upp að vissu marki sko. Það sem ég alltaf sett pínu spurningamerki við varandi þessa nálgun því hún er svolítið algenga því hún hljómar svo krassandi. Sá sem að keyrir bara á Jugo og gengur í fötum úr Walmart að þú veist, ekki láta blekkja hann er á einhverja miljard sko. En sko fyrir mér það að safna peningum og eiga það til er ekkert markmið sjálfu sér. Þú vilt ekki vera Jókim Aðalönd og gera ekkert annað bara syndi í þessum peningum. Þú þarft að ljóta lífsins og maður verður að finna eðlilegan balans í þessu. Og ég er svo hræddur það að þegar maður heyrir sko dæmi sem eru mjög ýkt þá eru þau það fjarlæg að maður notar þau bara sem dæmi en þau virka ekki á mann sem hvatning. En ég held að boðskapurinn sem er kannski öllítið heilbrigðir en gæti þá verið hægt að draga þessu sama sé svo samt að sko bara það að fara varlega með peninga eða bera virðingu fyrir peningum. Ég held að það sé svolítið sko ef að þeir eru að kaupa nota en ekki nýtt það fór einhver hugsun í það. Sko, og það er þá hugsunarháttur sem verður hjá einhverjum sem á samaskapi er að bara gengur vel fjárhagslega. Það er bara heilbrigður hugsunarháttur. Ég myndi líka alveg segja þannig að þetta þurfi ekkert endilega að vera sko milljarðamæringar eða milljónamæringar. Þetta getur líka bara verið fólk sem er ólíklegra til að lenda í fjárhagsvandræðum. Og mér finnst það vera alveg göfugt markmið. Akkurat. Að í staðin fyrir að maður sé endilega með það sem markmið að verða ógulega ríkur vera bara með það að markmið að vera fjárhagslega örugur. Og þá er þetta eitthvað að eyða ekki miklum peningum í óþarfa eða þú veist, bara svona beinaðum svolítið, vera svolítið taktískur í það hvert peningarnir fara. Vera ekki að sóa miklum peningum í bíla og svo framvegis. Mér finnst það bara vera mjög heilbrigt. Þetta er mjög góð punktur. En svo er það samt þannig sko að þetta sumt er síðan bara áhugamál og mér finnst það fullkomlega eðlilegt ef að fjárhagurinn býður upp á það að einhver kaupi sér nýjan æðislegan bíl að þeim hefur svo gaman að því og það veitir hún svo mikla hamingju og gleði og ánægju. Akkurat. Ég er fullkomlega fylgjandi slíku alveg eins og það að fólk er að eyða alveg ólegum peningum í önnur áhugamál eða annað sem veitir þeim ánægju. Akkurat. En ekki gera þetta án þess að hugsa út í afleiðingarnar eða svona setja þetta í þetta stóra samhengi af því að þetta lendir alltaf á þessu sama hjá mér ef þú ert að eyða óhóflega miklum peningum í bíliðin sko fyrir að fyrsta þú ert ekkert endilega alltaf að átta þig á því hversu miklu peningar það eru en þú ert að fórna einhverju öðru í staðinn og það er ekkert víst að þegar þú ert búin að pæla í þessu að þá sértu ennþá á því að þú sér tilbúin að eyða svona miklum peningum í bíl. Já, einmitt. En við kannski ræðum sko við vitum það að bílar þeir rýrna mjög hrætt þú veist, það er bara þannig. Er einhver önnur vara sem að þú myndir setja þarna við hliðina eitthvað svona sem að leðuð búin að kaupa hana þá hreinur hún í verði? Það sé ekki raftæki. Ég hugsa það. Ég held að það séu flest raftæki sem þú kaupir sem
ef þú ætlar að velta þeim strax aftur selja þau, að þá séu þau nú orðin talsveit ódýrari. Það er svona líklegt, það er einhver svona kannski eins og einhverja myndavélar eða eitthvað slíkt sem kannski rýtnast hægar en jú, ég myndi halda það. Og það er einmitt gott að hugsa slíkt að sumt sem þú kaupir, þú ert með það að markmiði að selja það aftur, og þá getur það líka verið sem kemur síðan með reynslunni að maður fer að venjast í vegna þess að það er góð tilfinning. Það er það að kaupa eitthvað notað, selja það svo aftur, koma út og sléttu. Það er æðisleg tilfinning. Þú varst í rauninni að leigja hlutin ókeypis í einhver tíma. Akkurat. Það er alveg frábært. Og þetta að þú varst að tala um ekstra loppuna og svo erum við með barnaloppuna og við erum með allt þetta og svo erum við með grúpur á netinu þar sem við erum að selja notaða hluti, og þetta þýðir líka sko að þessi hlutur fær notagildi áfram. Hann hefur áfram þetta hlutur, það þarf ekki að búa til nýjan hlut með öllu tilheyrandi og þú fækst hann ókeypis eða mjög ódýrt. Akkurat. Við erum nú sögu hún kom til mín Snædís Ögn Flósadóttir og hún segði mér sko, þau voru að fara í framkvæmdir í garðinum, það þurfti að kaupa gröfu eða þurfti að leigja gröfu og hún bara keypti hana. Já. Og í raun og veru þegar hún seldi hana aftur þá fattaði hann það að hún þurfti ekki að borga neitt fyrir hana. Já, ég veit. Sem algjör snill. Það er alveg briljant. Það er bara mjög snill. Já, akkurat. En já, ræði núna aðeins sko rafmagnsbíla. Já. Nú tek ég eftir það er rosalega mikið að Teslum á götunni núna. Rosalega mikið og mikil aukning. Já. Hvað finnst þér rafmagnsbíla? Mér finnst þið bara mjög sniðugir. Það sem ég heyri frá þeim sem vita meira þetta heldur en ég. Já. Og það eru til dæmis þeir sem eru í bílalánunum, að veita bílalán. Það sem þeir voru að gera, eða þau í bílalánum voru að gera daginn, að þau voru að gera 2 litla breytingar sem kannski fóru ekkert alltaf mikið fyrir en samt svolítið áhugaverðar. Við byrjuðum að bjóða sérstu græn lán sem þýðir að þú tekur bílalán fyrir umhverfisvænum bíl sem að þessi rafmagnsbílar auðvitað falla undir, að þá er lánið ódýrara. Og hitt, það er lánað til lengri tíma. Og af hverju er þetta að fá lengra bílalán fyrir rafmagnsbíl heldur en öðrum? Það er vegna þess að rafmagnsbílinn er einfaldari, það eru færri hlutir sem geta bilað. Þannig að allavega þeirra mati að þá er það þannig að þessi bílar eiga endast lengur. Þannig ég er bara mjög hlindur þessu líka ef maður hugsaður þetta svona frá sjónaróli þess sem er í greiningadeild. Það sem við erum að gera með þessu er að við erum að fara að nota orku sem við framleiðum sjálf. Akkurat. Við erum ekki að flytja inn olíu, og ef það er skemmtileg saga sem einhver vill kynna sér, þá er það sagan að því þegar við fórum hérna í orkuskipti á Íslandi, þegar við settum á fót hitaveitu og hérna fórum að rafvæða hérna landið, sérstaklega náttúrulega hitaveitan upp á kyndingu. Það er ekkert rosalega langt síðan þannig séð að ofnarnir sem við þekkjum sem eru fullir af heitu vatni, að þeir voru staðalbúnaðir á Íslandi. Áður fyrir þá þurfti að flytja hérna inn olíu fyrir því líkar ofboðslegar fjárhæðir, að ef við værum ennþá að því í dag, að þá væri það bara að draga hérna alveg gríðalegu lífskjörum á Íslandi. En við erum ennþá að flytja bensínið á bílana. Og svolítið bensínið á skipin og flugflótan og þar fram til göttunum. Og ef við náum að gera þetta, það er verið að rafvæða hérna fiskimjölsverksmiður og sko útgerðin er svolítið komin í þetta að rafvæðast, bílaflottin er svolítið meira komin í að rafvæðast, flugvélar getur komist í það nákvæmlega. Hugsaðu hvað væri geggjað ef að hérna þessi stóri iðnaður og þessi hérna mikli innflutningur á bensíni, það væri bara svissunum út fyrir orku sem við erum að búa til sjálf úr íslenskri náttúru. Það væri alveg geggjað að mínum mati. Myndi allir hagnast á því. Akkurat. Þannig að þetta er bara hitt besta mála, því að með því að sem flestir séu að kaupa rafmagnsbíla, þannig að eykst pressan á það að allir innviður séu líka byggðir upp fyrir rafbíla. Akkurat. Er það ekki rétt með bifreiðagjöld? Það er ekki bifreiðagjöld á... Einmitt, það sem að munurinn á einmitt sko bílum sem að menga lítið og þeim sem menga meira er líka sko hvað varðar hvernig ríkið er að horfa á þetta. Ríkið er bara hreinlega skattleggja þá sem er að menga meira heldur en hinna og að ívilna þeim sem að eru að menga minna. Það er að segja bara hreinlega að gefa þeim peninga. Þannig að það er auðvitað líka eitthvað sem maður skildi hafa í huga, mun væntanlega ekkert endast, verður ekkert endalaust, en það gæti samt verið þannig að það verði þarna munur að ef þú átt bensínbíl og reynilega bara lendur í vesinni, annarkot verður það dýrara eða það verði vesen fyrir þig að losa þig við bílinn seinna því að það verður bannað að vera á bensínbílum. Þannig að það er mikill svona lagalegu hvati sem að verður að búa til, að vera að reyna að íta okkur Íslendingum með rafmagnsbíla, það er alveg klárt. Sko veistu, það er væntanlega ódýrara að bara stinga honum í samband. Já.
heldur en að vera að kaupa bensín eða olíu á bílinn. Já. Veistu hver munurinn þarna? Nei, ég man það ekki alveg. Kílómetr? Nei, ég man ekki hvað er mikill en það sem að ég man eftir að hafa séð einhvern tíma var sko hvenar skurðpunkturinn því að þeir eru samt sem áður ennþá kannski öllítið dýrari í innkaupum. Það er nýr rafmagnsbíll miðað við sambærilegan bensínbíl geti kannski verið öllítið dýrari. Já. Þannig að þú þarft að láta þá þennan sparnað einhvern veginn vinna upp munin. Akkurat. En það gerist ekkert á neitt svakalega mörgum árum. Nei. Og ekkert með neitt mjög miklu makstri. Að því að sparnaðurinn bara það mikill. Sko, eitt félagi minn hann skoðar alltaf á netinu reynslusögu af bílum. Já. Áður en hann kaupið það. Það er til dæmis til síður eins og JD Power, Car Survey, whatcar.com sem hættir að nota. Mælirðu með þessu? Já, ég mæli með því að maður kynni sér alltaf svona kosti og galla þess að maður að kaupa árum maður kaupir það, en maður verður að setja 2 risastóra fyrirvara. Fyrst verður maður að tékka á því hverju hagsmunir þess sem eru að dæma eru. Já. Og það eru til dæmis að því þú varst að tala um tölvur á hann. Já. Það eru bara raunveruleg dæmi um það þar sem að þeir sem eru að gera þessi myndbönd á YouTube, þar sem fólk er að taka úr bóksinu og skoða einhverja nýja leikjatölu. Akkurat. Þeir fengu þessa tölvu gefna með lista yfir orð sem þeir verða að segja. Þú verður að taka það fram hvað umbúðinir eru litlar og nettar. Þú verður að taka það fram hvað þetta virðist vera hart í þessu og flott. Þú mátt ekki nota þetta og þetta orð. Þetta er það sem þú skrifar undir til þess að fá þess að tölvu senda. Akkurat. Svona er þetta raunverulega. Já. Þannig að þú verður að passa upp á það að meira segja gæti það alveg verið að einhver sem er að dæma bíl eða að dæma einhvern annan hlut, það gæti verið að hann sé ekki alveg hlutlaus. Einmitt. Það er að fyrsta. Hitt er það sá sem er að dæma veit hann endilega hvað hann er að segja. Já. Sko það er þannig að til dæmis með það sem gerist með Facebook er það að það er ekkert mál að spyrja og þú fær svör við öllu sem þú spyrð. Vandamálið hins vegar það að við erum með grúpur á Facebook til dæmis varandi fjármál og annað þar sem fólk spyrja einhverju og það hrúast inn svör frá fólki sem hefur kannski ekki almennilega forsendu til þess að vera að svara viðkomandi. Og kannski bara finnst að þau verða að gera það eða eigi að gera það. En það sem getur þá gerst er að þú sér hreinlega bara að fá röngsvör eða slæmsvör eða ómarktæksvör af því að þau eru að byggja á reynslu einhvers eins aðila. Þetta er hættulegt. Já. Þetta er bara hreinlega hættulegt og þú ert kannski að spurja um eitthvað sem er bara mikilvægt fyrir þig, hvað bíla ég að kaupa, hvað á ég að taka svona húsnæðislán eða annað og það er bara einhver sem svarar þér. Þetta er hættulegt. Ég er ekki hrifinn af þessu. Nei. Mér finnst mjög mikilvægt að ef þú ætlar að taka mark á einhverju sem er að svara þér að þú vitir þá hvaða forsendur hefur þessi aðili til þess að vera að svara mér. Já. Veit hann í raun og veru meir en ég. Já. Er hann bara að segja þetta því að hann gerir þetta sama eða er hann að gera þetta því að hann heyrir þetta hjá einhverjum öðrum í kaffistofunni eða á annari grúpu. Já. Þetta er eins þægilegt og það er orðið að leita sér upplýsingum að þá er magnið af röngum upplýsingum orðið alveg ferlegt. Þannig ég myndi passa mig á því en svona faglegar, góðar vandaðar síður eins og til dæmis sem þú veist nefna hlutil, það held ég að sé bara hið besta mál. Já. Það hjálpar þér allavega svona áleiðis til að kannski síja aðeins út eða átta þig á hvaða kostir eða gallar getur mögulega verið. Akkurat. Ok, ein spurning hérna var þetta bíla eða kannski 2 í lokin. Já. Ef að þú í raun og veru geti bara labbaði vinnuna alla þjónustu og hún væri bara hérna við hliðina á þér myndir þú sleppa þig eiga bíl? Já, ég myndi gera það. Já. Þú vart ekkert að fara út á land eitthvað svona eða þá væri það náttúrulega bara að þú myndir leia eða væri eitthvað svona ef aðstæður væru þannig. Við erum svo með sumabústað sem að hérna er nú þannig að það er vola þægilegt að vera með bíl. Sömulegis þetta maður svona, þarf að kannski geta sett eitthvað í skottið og fara út á hauga eða hvað það er, það finnst mér mjög þægilegt. En jú, ég myndi allavega minnst og kosti að stóru leyti. Mér þætti voðalega þægilegt að geta leigt á bara bíl í þann tíma sem ég held að ég þurfi mest á hann að halda og leigja síðan bara eftir hendi sem eins og ég sendi fyrir bíla eða hvað það er. Akkurat. Og bara horfa á alla þessa peninga síðan að sparast og gera eitthvað skemmtilegra við það. Akkurat. Það er mín skoðun. En það fer svolítið saman við það að ég er að treysta þess að innviðnir og aðstæðunar svona séu alltaf smátt og smátt að batna. Akkurat. Ég er spenntur fyrir því að strætókerfið batni til dæmis. Verði svolítið betra. Ég er svolítið spenntur fyrir því. Einmitt, já, það mætti alveg gerast. Já, það var í vola þægilegt. Maður finnur líka bara, þú veist, það er ekkert gaman að standa í strætóskýli og það er kannski í desember, nóvember eða eitthvað og orðið kalt úti. Maður er að frjósa kulda og það er kortir í næsta strætó. Já, það er rosalega leiðilegt. Já, minnst alveg glada og þú þarft að hoppa út og skipta og eitthvað slíkt. Það var þannig, einmitt að það er ekkert svo langt síðan að 3 ár síðan ég flutti og þar áður að þá var
þá var ekki raunhægt fyrir mig að taka strætó. Nei. Ég gata ekki. Nei. Það hefði þýtt að ég hefði verið klukkutíma og 20 mínútur á leiðinni með mjög löngum stoppum í middeltíðinni. Bróðir minn býr í öðru landi og vinnur í hinu og hann fljótar í vinnuna sko. Þannig að það væri það fer svo mikið eftir í hvar fólk býr, en ég myndi þess vegna líka hugsa það svolítið vel og vandlega fyrir þá sem eru að hugsa sko hvar þau vilja búa. Að velta þessu svolítið fyrir sér. Það eru svo mikið lífsgæði fólkin í því að þurfu ekki að vera á bíl eða í þá verstafalli að vera á einum en ekki tveimur. Akkurat. Að það getur verið að þú hugsir, heyrðu, ég er að fá kannski íbúð eða hús eða ráðhús eða hvað sem mér líst mjög vel á og fínu verði, en á móti kemur að ég get hvergi farið nema að vera á bíl eða á tveimur bílum. Akkurat. Taktu þá peninga með í reikningin. Ef þú ert að leita þér að íbúð þar sem að þú þarft ekki að vera á bíl, taktu það með í reikningin. Hvað ert að spara þér mikla peninga? Er þá kannski bara í lagi að þessi íbúð sé hans dýrari? Þetta er allt partur af heimilisbókhaldinu og maður skildi bara leggja allt saman. Akkurat, algjörlega. En þú segist ekki vera bílakall? En ekki í dag. Sko, ég er engin bílakall. Þú veist, það sem að þegar ég keypti mér bíl, ég keypti mér notaðan bíl, ég vildi hafa hann rúmgóðan og að ég keyri mikið út á land þá vildi ég svona hafa þetta jeppling, er að keyri gegnum þrengslin, svona öryggi sérstaklega fyrir strákin og hann bara þarf að eyða litlu. En áttu ykkur draumabíl? Já, ég á draumabíl og ég átt hann á sínum tíma. Þú áttir hann? Já, sko bílaferillin minn er búin að vera mjög svona snubbótur og ekki mjög merkilegur. Sko, það var þannig að ég var búin að safna mig fyrir bíl fyrir 17 ára afmæli mitt og var búin að vera að safna sig um 14 ára fyrir bíl og ég staðgreiddi á 650.000 krónur lítinn bíl sem heitir Daihatsu Ferosa sem er bíl sem að fór að skjálfa þegar hann nálgaðist 90 km hraða. En bilaði aldrei, sko ef ég ætlaði að setja í fjórhjóladrif þá þurfti ég að fara út úr bílnum og ég þurfti að snúa svona stórum ventli á framhjólunum sem var ofboðslega hart og erfitt af því að þegar þú ætlar að setja í fjórhjóladrif þá er yfirleitt leðilegt veður en algjörlega geggjaði bíl og ég var á honum í 7 ár og seldi hann 200.000 krónum minna þannig að ég held að það hefði bara verið fínustu kaup þrátt fyrir að svona eftir áhyggja ég þurfti ekkit þannig þessi bíl á þessum tíma en ég sko allavega mér fannst það bara gaman á þeim tíma en allan þann tíma var ég að spara fyrir draumabílum svo keypti ég hann þarna 7 árum setna náði sem betur vera kaupa náði þess að þurfti ekki lán fyrir honum og síðan síðan seldi ég hann bara þegar það var ekki raunhægt að vera á honum lengur svona, og það var Ford Mustang. Það finnst mér vera enn þann dag þetta skemmtilegasti bíl sem ég keyrt. Það er eins og að keyra traktor að keyra hann sko. Þú veist, hann er ofbóðslega hann er svona það sem við myndum kalla mechanical þetta er andstæða við það að vera að keyra ef þú ferir nýjan og fínan Volvo eða Benz eða BMW það sem að bara þér finnst þú vera í hálgerði sjálfkerslu og heyrir ekkert í götunni eða neitt ef þú ert að keyra Mustang þá finnur þú fyrir öllu sem þú ert að gera þú veist, þú finnur fyrir veginum og stýrinu og kúklingunum, þú finnur fyrir nákvæmlega öllu og þú fílar það? Ég fíla það alveg óbúðslega með þetta algjörlega æðislegur bíl og bara fallegustu hljóð sem ég heyrti í bíl og bara enginn sem er skemmtilega að keyra og ég sakna hans alveg óbúðslega en það voru ekki góð kaup sko. en hann veitti mér mjög mikla ánægju þann tíma sem ég átt hann nú er það bara búið svo minn ég örglega þegar að hári fyrir að grána og kaupi mér hann aftur sko, eða ég veit ekki en svona það var óbúslega skemmtileg bíl, algjör draumabíl en nú er ég bara búið með það og ég hef enga drauma um það að vera á einhverjum dýrum og fínum ég finnst bara aðalega að hann sé eins lítið vesen og mögulegt er og eins ódýr og hægt er þá er ég glaður Einmitt. Þú segir hljóð, sko, nú bílar í dag sérstaklega rafmagnsbílarnir, það heyrist ekki tíðin Nei það er bara ekki neitt en það var líka góð ástæð fyrir hljóðin, ég held að hann hafi 1.18 á 100 þessi bíl einmitt, sem er bara eins og flugvélina Sómas Ragnarsson sko, það er eitthvað svipað alveg sætilegt Herðu, við skulum fara að slúta þessu langar samt að aðeins að spyrja út í sko, þín fjármál og kannski bara hvernig þér gengið að finna peningana í lífinu það er svona þema spurningin Já, ég meina mér hefur bara gengið vel við það ég held að það sem ég er óbúslega þakklátur fyrir og ég vil ég vil deila þeirri reynslu með sem flestum og vil að sem flestir svona átti sig á því hversu mikilvægt þetta er að mjög snemma og mjög ungur að þá ákvæði það að ég myndi aldrei kaupa neitt sem ég var ekki búin að spara fyrir ég bara, ef ég átti ekki fyrir einhverju þá kom ég ekki nálægt því
það var bara þannig og þegar ég var þá úlingur að þá bara tók ég auka vaktir ég vann bara óbúslega mikið ef ég ætlaði, mér langaði í eitthvað ef mér langaði í hérna hljóðfæri eða ferðalag eða þennan bíl sem ég keypti og þessa bíla sem ég keypti það var bara nákvæmlega það, ég vann þá bara fyrir þessu og ég var alltaf svolítið meðvitaður þó hvað hlutinni kostuð þannig að ég skrifa þetta bara niður það er ekkert flókið, ég þurfti ekkert heimilis bókhalds app í tölunum minni ég bara skrifa þetta bara niður bara ef ég geri þetta þegar ég var í menntaskóla til dæmis þá keypti ég mér aldrei mat þegar ég var í skólanum tók bara með mér nesti það er ekkert verra það var bara fínt nesti, það var bara fínt en ég minna ég veit ekki hversu margir 100 skallar það sem að ég sparaði með því óurlegar fjárhæðir sem ég sparaði með þessu og þetta var alltaf vegna þess að ég var alltaf meðvitaður það var eitthvað annað sem ég langaði meira mér langaði frekar að geta keypt mér íbúð en að fá mér Subway og mér langaði frekar að geta farið í skemmtileg ferðalög til útlanda, ég ferðaðist mjög mikið til útlanda og hérna sakna þessu þetta líka en hérna eins og en þetta bara kostar peninga og þá fannst mér bara alveg í lagi að sleppa einhver öðru Akkurat ég var ekki að eyða peningum í hérna sígarettur og áfengi eða hérna eða bara eitthvað annað sem maður myndi að kalla vitleysu ég bara passaði mig alltaf öll kaup sem ég gerði það var ekki þannig að ég sæti bara heima og leiði kapal ég keypti mér bara allt sem að aðri krakkar og úlingar kaupa sér og njóta en ég passaði mig alltaf við þetta ég var kannski stoltið duglegur að kaupa útsölum ef ég var að kaupa eitthvað ég keypti ekkert endilega dýrasta ég var að kaupa með takkaskó og kannski keypti ég það ef ég var í útlöndum eitthvað eins og ódýrari og svo sá ég það kannski hvatti mig líka svolítið áfram ég sá einstaka vini mína að gera þetta öðruvísi ég sá einstaka vini mína sem áttu aldrei krónu og voru jafnvel í miklu vandræðum en það var samt alltaf þeir voru alltaf að panta pítsu og þeir voru alltaf það var svona þetta var bara öðruvísi þeir tömdu sér öðruvísi meðferð á peningum og ég held að það sé algjörlega útilokað að mín æska eða uppvaxtarári eða úlingsára hafi verið eitthvað leiðir en þeirra það bara, ég held að bara þvert á móti þegar árin liðu þá fóri ég að geta leyft mér meira vegna þess að ég hafði svona farið gætilega það er ekkert að sama það að fara gætilega og svona bera virðingu fyrir peningu þýðir ekkert að vera leiðilegur og gera ekkert það er bara hægt að gera bæði og svo þegar árin líða þá ferðu bara að geta gert alls konar æðislega hluti af því að þú varst ekki búin að vera að eyða peningum í einhverju vitleysu eins og vexti og svo framvegis. Á þessum árum eins og við þegar ég var að gera Klink-þættina þá tók ég viðtal við nokkra sem töluðu um það að svona stærstu útgjöldin á þessum tíma voru í skyndibitakaup og áfengi og ég fór svona aðeins að skoða þetta og rekna þetta og bara út frá þetta bara nota meningapið þetta eru rosalegar upphæðir sem fara, ég meina djamnir í miðbæ Reykjavíkur, þú ert að taka leigubíl segjum það er peningur áfengi svo ert að kaupa á staðnum kannski varst í fyrirparti, það er þú veist, þetta eru rosalegar upphæðir ef þú myndir leggja þessa peningauppið til hliðar og spara hana, það væri svo miklu auðveldara að kaupa íbúð eða bíl eða nokkur að gera það og svo getur þú bara farið einstakar sinnum á djammið þú getur bara gert það líka akkurat. Og það eru svona litli hluti þegar þú reiknar á niður og setur þú upp á heilt ár bara hvað kostar að fara í sjálfsal og fá sér Pepsi bara þessi litlu hlutir og ég stoppa bensínstöð kaupa þar akkurat. Það er nú eitt besta sparnaðaráð eitt af því sem að ég er mjög þakkláttur fyrir líka er ég læri að elda bara brilljant, ég minna þegar ég var að þetta ströggl sem allir lenda í varandi sína fyrstu íbúð bara lenda allir í því sama þetta er bara ekki djók, það er bara erfitt að gera þetta og það ætlar að kaupa eitthvað inn í íbúðina bara það er að kaupa þína fyrstu þvottavél það er bara að spara virkilega fyrir þessu og ég meina það er bara hægt að búa til ógeðslega góðan mat úr hrísgrjónum og núlum og þurrkuðu pasta þú getur bara búið til æðislega mat úr þessu en þú þarf bara að læra þetta ég hitti mann mann á Ísafirði fyrir einhverjum 2 árum eða hvað það var sem var svolítið þekktur tíma, ég held að hann hafi komist í fréttinar fyrir það að hann staðgreiddi sér hús á Ísafirði og leiðin sem hann fór við það er að þegar vinir hans fóru á djamið og þá var alltaf vodkapeli hver helgi svo keyptu sér pakka sígarettum hverjum degi þá lagði hann alltaf þessa sömu peninga fyrir þannig að hann sagði bara, Frikki og Siggi er að kaupa pela og sígarettapakka
ég ætla ekki að gera það en ég ætla að láta eins og ég sé að gera það og spara peningana. Akkurat. Svo bara liðu árin og allt í einu horfa þeir á hann bara, þú ert ekkert búin að vera eitthvað tekjuhár, hvernig áttu þessa peninga? Það bara því að hann var að gera þetta. Já. Það ekkert endilega að það fari saman að sá sem tekjuhár sé þess vegna automatískt að leggja mikla peninga fyrir. Getur líka bara reynt að finna einhverja leið sem að hendar þér. Fyrir hann þá virkaði þetta. Já. Fyrir mig þá virkaði þetta að vera svona svolítið duglegur að hugsa það hvað mér langaði frekar. Já. Maður bara finna eitthvað sem passar manni. Já, og ef að hérna, dæmi aðra í bókum eða reynslusögur eða eitthvað hjálpa að þá maður bara reyna að hlusta á sem mest af slíku en hérna að finna sér allavega eitthvað því það ekkert gaman að lenda í fjárhagsvandræðum. Nei. Það og í mörgum tilvikum það óþarfi. Akkurat. Þannig að það til mikils að vinna að hérna passa upp á sig. Akkurat. Hvað þetta var. Það er svolítið gott svo að segja með matinn sko, hérna að elda. Ég fyrir þetta þekki fullt af fólki sem finnst það svo leiðinlegt og væri helst bara til að geta tekið einhverja töflu og þá það búið en þeir sem hafa gaman að þessu að elda, það er bara snild. Já, ég held að þú getur spara rosalega upp ég var að ræða með Snædísi Ögn hérna, og hún var að segja mig frá þegar hún var yngri þá gerði hún sko Excel-skjal og það kom alltaf upp sko matseil fyrir vikuna og það var allt sko máltíðir sem hún gætt elda fyrir 1000 krónur eða minna. Já. Algjör snild. Það snild. Já. Því þetta mjög nótýrara. Já. Ef þú ert sérstaklega ef þú ert að sko elda fyrir stóra fjölskyldu. Já. Það er kannski öðruvísi ef þú ert einn og hefur minni áhuga að elda fyrir sjálfa þig. Já, en þá bara en sko góður matur. Ég held að það sé svolítið málið sko. Ef þú ert bara að henda einhverju í örbylgjunni eða bara sjóða ísu non-stop sko, þá það kannski aðeins öðruvísi en ef þú finnur þér eitthvað sem þér finnst gott og skemmtilegt bara læra að búið til, ég stóð inn yfir eldavélinu á laugardaginn og ég held ég bara verið hálfan daginn bara búið til einhverja sveppasósu og það var bara það að vera góð sós hún var rosalega góð sko en það kemur, þú veist, bara áhugin verður til það segir sér sjálft að ég var ekkert sem eitthvað lítið barn, þá var ég ekkert bara á meðan aðrir voru leika sem er bíla að setja upp kokkahattinn, þú veist, ég var ekki það var ekki málið. Nei. Áhugin varð þegar ég byrjaði að læra. Já. Ég fór á 2-3 námskeið bara svona lítil, ég fór einhvern tímann í einhvers skólavörustíð og námski í ítalskri matagerð að læra að búa til einhvern kjúkling sem var raspaður með einhverju dóti og bara æðislegt og svo fór ég að prófa það og heyrðu, þessi notar alltaf sítrónum til þess að gera matuna aðeins sætari síðan og hvernig virkar það og heyrðu, hrísgrjón þurfi ekki bara að vera soðin, það líka að gera þau svolítið skemmtileg og þá verður þetta sko, eftir því sem hún lærir sko, verður þetta skemmtilega. Ég er rosalega svangur þú ert að bjóða mér í matinn sínaði hvernig er þetta að gera þetta fyrir undir 1000 alveg, allan dag svo frísti maður bara. Já, akkurat Heyrðu, ok, sko við erum alveg að vera búin í hérna en þú virðist vera mjög pottþéttur í fjármálum og svona með að við komum búin að vera að segja mér, þú veist ungur byrjar að spara fyrir bíl og fyrir íbúð og hugsa svolítið svona skynsamur hefur þú gert einhver mistök einhver svona sem er bara svona stór mistök í fjármálum sem betur fyrir held ég að við ekki gert stór mistök. Nei. Og ég var heppinn ég hef verið til dæmis heppinn með íbúðakaup og ég átta mig alveg á því að tímasetningar á íbúðakaupum hjá mér voru bara hreinlega heppni. Já. Að hluta til, þannig að ég lendi ekki til dæmis ég lendi ekki í hruninu. Nei. Hvað það var, ég lendi í hruninu varandi sparnað og tapaði hlutabrifum og það var eitthvað svoleiðis en ég lendi ekki í því að sitja uppi með ofboðslega stórt verðtryggt lán sem að þandist út eða erlendar skuldir eða eitthvað slíkt. Þannig ég er ofboðslega þakkláttur fyrir það en það var bara heppni, eins og ég segi. Ég held eftir á að hyggja að svona þrátt fyrir hversu æðislegt að vara að eiga hana Mustang, þá held ég að það hefði verið mistök. Vegna þess á hvað aldrei ég var. Já. En ég hugsaði alltaf, ok, ég vinn mjög mikið og ég vann mjög mikið og var bara duglegur og ég var ekki í fjárhagsvandræðum og ég gat gert þetta en þetta var samt næstum því þannig að ég notaði alla peningana mína í að kaupa með bíl. Og ég hugsa eftir á að hyggja að þá hefði ég frekar átt á þessum tíma, þá var ég aðeins farin að læra og ég vissi alveg svolítið sparnað og fjárfestingar og verðbréf og eitthvað slíkt og það hefði verið skynsamlegra að kaupa ódýrari bíl eða minni peningum í bíl og setja meira í fjárfestingar til framtíðar. Eða þá til að svona bara sparna til
til mismunandi hluta. Ég held að það sé líka eitt sem að ég áttaði mig á allt og seint. Það er það sko að þegar þú ert ungur þá skaltu spara fyrir nokkrum hlutum í einu. Eitt er það, sparaði fyrir því sem þið bara langar alveg ógeðslega mikið að gera. Mér langar bara, ég og vinur minn til dæmis ætluðum núna í mars síðast ári ætluðum við að fara til Skotlands í mjög skemmtilegt ferðalag sem að kostar peninga en mér langaði alveg ofboðslega mikið að gera. Það var bara búið að safna fyrir því. Já. Og þegar ég var yngri þá langaði mig alveg rosalega mikið að fara til Bandaríkjanna og keyra út allt og eitthvað svona. Þetta er eitthvað sem að það langar alla eitthvað svona. Og eitthvað í áhugamálinu, eitthvað sem er skemmtilegt. Sparaði sérstaklega fyrir því svo að þú getur gert það eins og það sé vesen. Sparaði síðan líka fyrir húsnæði. Hvort sem þú ætlar að vera á leigumarkaði eða að kaupa þér eða fara til útlanda eða hvað það er, þá mun alltaf borga sig að vera að byrja að snemma að leggja fyrir og sérstaklega að byrja á því þegar maður býr hjá foreldrum sínum vegna þess að þá ert ekki að borga leigu á sama tíma. Og ef þú ert farin á leigumarkaðin þá kannski bara hefur ekkert pláss fyrir neitt sparnað. Þannig að sparaði þegar þú býr heima. Og svo er það hitt sem að bara hljóma voðalega leðilega en allir ætti að gera sem er að spara fyrir því þegar maður verður eldri. Akkurat. Og það er það að vera með séreignarsparnað og borga eins mikið í hann og maður mögulega getur og spara aukalega. Það sem það þýðir er það að þegar ég er orðin kannski 55-60 ára þá langar mig að geta haft einhverja valkosti. Geta sagt, heyrðu, verum hálft árið í útlöndum. Ég ætla að minnka við með vinnuna. Ég ætla að vera ég ætla að fara í vinnu sem er skemmtilegri en borgar lægri laun. Það bara geta gert einhverja hluti. Akkurat. Flestir sem eru ekkert að leggja fyrir þar til að vera eldri geta ekkert valið eitt eða neitt. Verða að vinna eins lengi og þau mega vinna, fara svo eftirlaun og verða á lágum tekjum. Ef maður hugsar í tæka tíð þá getur maður haft það næs þegar maður verður eldri og mig langar að hafa það næs þegar ég verður eldri. Þannig að ég hugsa að það verður ákveð greiða í séreignarsjóð og bara svona leggja svolítið fyrir. Ég held að það hafi verið svona kannski stóru mistökin sem ég gerði sko. Ég hugsa það. Jú og hitt, það var að svo hendi í öllum hljómplutunum mínum. Það voru mistök. Ég átti svo marga góða vínilplötur, hendi þeim þegar geisladiskaninn komu. Ég held að ég fyrst aldrei aftur. Já, þannig ég sé eftir því. Já, einmitt. Herðu, ég held við fyrir bara að setja gott. Bara takk kærlega fyrir komuna. Frábært takk fyrir boðið. Já, gaman að koma. Að lokum þá langar mig að segja að það hefur verið okkur sem að staðið hafa þessu hlaðvarpi mikið fagnaðarefni hversu vel það við tekið í. Það er greinilega rík eftirspurn eftir fjármálafræðslu og viljið því að þessum tímamótum þakka ykkur fyrir að hlusta og leið þá ætla ég að kveðja þáttinn en þetta er víst síðasti þátturinn minn. Ég var að ráða mig í starf innan bankageirans og mun því ekki geta stýrt þessu verkefni áfram. En hlaðvarpið mun þó halda áfram en það er hann Gunnar Dofri Ólafsson sem mun byrja þáttaröðin nr. 2 af leitin af peningunum strax í næstu viku. Þið bara fylgist með en takk kærlega fyrir mig.